Já, þá erum við búin að fá til okkar nýjan gest sem Lilja Rafney Magnúsdóttir. Hún skipar annað sæti á lista Vinstri grænna í Norðvesturkjördæmi. Vertu velkomin. Já, takk fyrir það kærlega. Lilja, þú komst inn í pólitíkina á sín tíma út úr sveitarstjórnarmálunum og verkalýðsmálunum fyrir vestan. Búin að sitja á þingi, ef ég maður rétt, síðan 2009. Já. Og þar áður sem varaþingmaður. Einmitt. Þú ert í svolítið á annarri stöðu núna. Þú skipar annað sæti listans eftir Bjarna Jónssoni. Þið lítið vantala á annað sæti sem baráttusæti. Hver þín tilfinning? Ferðu inn á þing eða er þingferlinum lokið? Já, ég hef nú bara sterka tilfinningu fyrir því að ég fari inn á þing, sko. Og þess vegna var ég alveg tilbúin að taka þennan slag, hugsa mig aðeins en svo er ég bara baráttukona og vil berjast líka fyrir minn flokk og við erum öll félagar og ég held að það sé miklu möguleikar að ég nái inn á þing og hef bara fengið þá tilfinningu núna ferð mína kjördæmið að Vinstri græn séu ofarlega á blaði þegar fólk er að gera pug sinn í kjörklefanum. Þú býrð vestur í Fjörðum? Já, býr Súndaverði, búin að búa þar þennan tíma sem ég hef verið á þingi. Sækirðu þá þitt fylgi fyrst og fremst til Vestfjarða? Ég auðvitað sæki ég mikið fylgi til Vestfjarða en ég tel mig vera orðin það þekkta í landsmálapólitíkinni að það er allt kjördæmið undir og þannig vinnum við þingmenn. Fyrst varðandi verkalýðshreyfinguna, því þú átt tengsl við verkalýðshreyfinguna. Þú sagði nýverið að það veri mikilvægari en nokkru sinni fyrr að hlusta á áherslu verkalýðshreyfingarinnar. Já. Sumir segja að VG í þessari ríkisstjórn hafi svolítið fjarlægst verkalýðshreyfinguna. Hvað finnst þér um það? Já, ég myndi nú segja þvert á móti því að það hefur aldrei verið svo mikið samtal við verkalýðshreyfinguna eins og á þessu kjörtímabili. Og okkar forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir hefur lagt mikla áherslu á það að eiga þetta samtal við verkalýðshreyfinguna og atvinnurekendur til að leiða þess aðila saman og að stjórnvöld komi með sínar áherslur inn í það á vinnu og lífskjara samningarnir bera þess vitni að út úr þeim komu margir góðir hlutir, að við erum búin að lengja hér fæðingarorlofið og fjölga skattþrepum þá þeirra lægstlaunuðu og koma á aðgerðum í húsnæðismálum líka fyrir þá lægstlaunuðu. Svo að ég tel að það hafi sjaldan verið jafn mikið samtal við verkalýðshreyfinguna frá því að þjóðarsáttasamningarnir voru gerðir. En þið, sumir segja því að hafa verið að missa svolítið tengslin og þau hafa mist fólk sem að tengdist verkalýðshreyfingunni yfir til dæmis Sósíalistaflokksins? Já, auðvitað er alltaf hreyfing í þessum málum en verkalýðshreyfingin sem slík eru þetta tugir þúsunda og það eru þetta ýmsar skoðanir þar innanborðs eins og gerist og gengur. En ég held að skipti máli að Vinstrihreyfingin grænt framboð haldi uppi baráttu fyrir félagslegu réttlæti og í þessum velferðarmálum sem snúa heilbrigðismálum og aðgengi allra menntun, svo einhvað sé nefnt. Þetta eru allt baráttumál sem verkalýðshreyfingin hefur verið að berjast fyrir og hún hefur í gegnum tíðina þetta komið að gífurlegum framfara málum sem við búum við í dag þjóðin. Þú hefur mikið talað, Lilja, um mikilvægt þess að tryggja stöðu, ég vil segja minni útgerða. Já. Sérstaklega í þessi svona hryggjarstykkið í mörgum, til dæmis sjávarplássum á Vestfjörðum. Já, já. Ertu sátt við stöðu sjávarútvegsins eins og hún er í dag, svona heilt yfir? Ég held að við getum náð meiri sátt og við hefðum þetta viljað og reyndum 2009-2013 að gera umbyltingu á kvótakerfinu sem tókst ekki að innkalla aflaheimildir og endurúthluta eftir öðrum reglum. En núna höfum við lagt áherslu á að vinna með þetta félagslega hluta kerfisins 5,3% og þar hef ég lagt áherslu og leitt á vinnu að ná þessu dagakerfi gegn strandveiðum sem hefur bara ríkt mikil ánægja með og við vorum eftir að reka endahnútinn þar á að tryggja afla fyrir þessa 48 daga og ég brenn fyrir því að fara aftur inn á þing og vinna því að klára það dæmi. En ég legg áherslu á minn flokkur að það þarf að vera fjölbreytt útgerðarform til þess að við náum líka sátt sjávarútveginn. Það þarf að vera sanngjörn veiðigjöld og mér finnst alveg komið til greina að skoða líka þrepaskiptingu þó að þetta afkomugjald sé núna til reynslu og hefur reynst þokkalega. Og ég held að
þessi mikla samþjöppun bæði í minna kerfinu og stóra kerfinu, að hún getur ekki gengið áfram. Það mun eitthvað þá bresta. Og þess vegna verðum við að gera allt til þess að draga úr þessari miklu samþjöppun í þessum geira. Hvernig sérðu það helst gerast? Hvað geta stjórnvöld og alþingi gert til þess einmitt að koma í veg fyrir það? Sko, í fyrsta lagi þetta bara lög það að það ákveðið kvótaþak og eftir þeim lögum á að vinna. Og menn hafa komist upp með það að fara yfir þetta kvótaþak með ýmsum leiðum, krossa tengsl og ekki sé hver raunverulega eigendur eru. Og við settum lög raunverulega eigendur sem á að skýra það enn frekar hverju raunverulega eigendur fyrirtæki eru og það hjálpar til þessum efnum. En við þurfum að nálgast það miklu betur og leita leiða til þess að ná útgerðum undir það kvótaþak sem lögu samkvæmt skylt að vera. Já. Það í þessari kosningabaráttu kemur mjög greinilega fram að það eru margir flokkar, sumir flokkar skulum við segja, sem að deila hart á veiðigjöldin, þau séu of lág, það þurfa hækkaðu umtalsvert. Finnst þér það rétt? Allir flokkar voru inn á því fyrir nokkrum árum að það þyrfti að endurspegla afkomu útgerða. Og þessi lögum veiðigjöld sem við samþykktum á þessu kjörtímabili eru að endurspegla afkomu útgerða. En með það í huga líka að það sé hægt að fjárfesta eins og í orkuskiptum og öðru og setja ekki tillit til þeirra. Og við náðum fram afslætti fyrir litlu og meðalstóru útgerðirnar, það skiptir máli. Þær eru ekki í sömu stöðu að hafa möguleika á eins miklum hagnaði þessar stóru. Svo ég held að við séum að nálgast að veiðigjöldin að hækka núna á þessu ári frá því voru fyrra. Það bara endurspegla betri afkomu. Já. En mér finnst bara eðlilegt að við skoðum meðfram möguleika á þrepaskiptingu eins og við gerðum í tekjuskattskerfinu og hugsanlega gagnvart þá fyrirtækjum líka almennt. Svo þetta ekkert eitthvað endalegt, heldur eigum við að vera með augun opin fyrir því að það sé sanngjörn renta sem renni til þjóðarinnar af okkar auðlind. Vinstri græn hafa verið með forsætisráðuneyti, þessu eins og allir veit það. Í þessu kjörtímabili. Það búið að tala málefni öryrkja og aldraðra mjög mikið og nýlega komin mjög svört skýrsla frá öryrkjum sem sýnir þessa alvarlegu stöðu. Akkur ekki búið að laga þetta í eitt fyrir allar þessar skerðingar? Á hverju stendur? Já, það nú flókið dæmi að komast í gegnum það allt saman. Það búin að vera að störfum hópur til þess að reyna að ná sátt líka við öryrkja þeirra samtök þessi mál og það hefur ekki tekist að ná niðurstöðu því að við viljum helst að ná niðurstöðu sameiginlegri með þeim sem þarna eiga hlut. En við höfum samt gert ýmislegt til þess að mæta þeirra kjörum eins og lægra tekjuskattsþrep og lækkun kostnaðar í heilbrigðiskerfinu, allt kemur þetta öryrkjum til góða og líka staðar aðgerðir í húsnæðismálum sem við erum að fara með fram eins og lægri húsaleigu og annað þvílíkt. En ég tel það að við þurfum að greina, afmarka þann hóp öryrkja og eldri borgara sem hafa það virkilega slæmt og við þurfum að vinna með það verkefni og það má ekki dragast. Ég alveg sammála því. Það verður að vera mannsæmandi framfærsla hjá þessum hóp sem betur fer eru ekki allir aldraðir á einhverju vonarvöl sem betur fer, en það hópur þar sem á virkilega erfitt og þar þurfum við að koma til móts við þann hóp á þessu kjörtímabili og varðandi öryrkjana að við þurfum líka að ná niðurstöðu svo allir verði sáttir þar og lyfta þar þeirra kjörum. Þú hefur talað svolítið upp nauðsynlega að þurfa að byggja meira félagslega húsnæði út á landi. Já. Til þess að bæta bara að jafna stöðu fólks, exakt. Já. Hvaða leiðir sérðu færar í því? Það búið að tala svo lengi þetta. Já. Sko, ég bara mikil áhuga manneskja það að ungt fólk sjáu tækifæri til þess að fara út á land með sitt hugvit og þekkingu. Og það að gerast núna á þessu kjörtímabili þá hafa innviðirnir verið styrktir, samgöngur, heilbrigðiskerfi, menntakerfið. Þetta hafa verið lagðir miklu fjármunir í þetta allt og nýsköpun. Og ég held að nú sé tækifæri til þess að efla enn frekar innviða uppbyggingu svo ungt fólk fari út á land. Þá vantar húsnæði og við erum farin að stað með það að geta
farið út í þessa ódýrari uppbyggingu á leiguíbúðum og líka að með hlutdeildarláni sem ríkið kemur inn til stuðnings við fyrstu kaup. Og við lagðum áherslu og breyttum í þinginu að það ætti líka við út á landi að tryggja það, þetta næði út á land. Og þetta að fara af stað og þetta skiptir miklu máli. Því að ungt fólk þarf að hafa aðgengi að góðu húsnæði, góðri heilbrigðisþjónustu og menntun og þá sér það tækifærin í því að vera út á landi. Og ég segi eins og núna, við höfum verið að vinna í þessu COVID ástandi í gegnum fjarvinnslu, gegnum Zoom og nú engin afsökun hjá opinberum aðilum eða einkaaðilum að flytja störf hvar sem á landinu, staðsetja þau án staðsetningar. Svo að nú á bara að keyra það að reyna að efla það að við getum unnið hvar sem á landinu við ýmsu störf og það mun koma landsbyggðunum til góða. Eins og einhver sagði, viljir allt sem þarf. Nákvæmlega. Ef við horfum, Lilja, á norðvestu kjördæmi, þitt kjördæmi, hvað, svona í stuttumáli, hvað finnst þér svona mest aðkallandi eins og staðinni núna að laga? Sko, það eru þetta ennþá vegaframkvæmdir sem eru þetta ekki boðlegar. Og við þekkjum það, bæði tengivegir og sumir vegarkaflar sem eru ekki mönnum bjóðandi á 21. öldinni. Það þarf auðvitað að klára og það var gert átak á Vestfjörðum, aldrei verið sett meiri fjármunir í uppbyggingu vegavegstjórum og það er góða. En það býður enn ýmislegt bæði jarðgöng og vegir og tengivegir sem við þurfum að klára þar svo við séum á sama stað og sumir aðri landshlutar. En svo það jöfnun orkuverðs, þau máli eru sumstaðar ekki í lagi og talandi nýja atvinnugrein eins og fiskeldið, að þar þurfum við að horfa til þessi þeirri miklu og jákvæð uppbyggingu sem þar á ferðinni fyrir vestan, að sveitarfélögin njóti líka góðs að því að fá tekjur af fiskeldi sem endurspegla þá þjónustu sem þau veita, svo að þau geti byggt upp innviðina til að taka á móti fólki og efla sitt samfélag. Þú ert mjög fylgjandi þessari uppbyggingu í fiskeldi fyrir vestan. Ég fylgjandi því að við gerum þetta vel með sjálfbærum hætti og við höfum verið að stíga þau skref, bæði með þau áhættumati sem lögum samkvæmt og burðarþoli og við eigum að vinna þetta áfram á þeim nótum. Lokaspurning, Lilja, tíminn flýgur frá okkur eins og alltaf. Hvert vilja Vinstri græn stefna eftir kosningar hafi flokkurinn tækifæri til þess að setjast við ríkisstjórnar myndunarborðið? Já, við viljum bara áfram vinna að velsældar samfélagi og framfara málum og bæta lífskjör þjóðarinnar og vinna okkur inn í græna framtíð og við erum tilbúin að vinna með þeim sem vilja vinna að okkur að þessum markmiðum og stór hluti þjóðarinnar vill Katrín Jakobsdóttir áfram sem forsætisráðherra og það verður ekki hægt að kippa henni upp úr einhverju töfrahatti. Það verður að kjósa Vinstri græn til þess að þjóðin fái Katrín Jakobsdóttir áfram sem forsætisráðherra og svo sjáum við bara hvernig gengur að vinna stjórnarsáttmála og við erum bara opin fyrir því að ræða við alla flokka. Lilja Rafney Magnúsdóttir, kærar þakkir fyrir að koma til okkur. Takk. Bestu þakkir. Og við höldum áfram í þættinum rétt á eftir.